Hæ, ég heiti Viktoría. Ég iðnaðarverkfræðingur og hef starfað í svona stöðumbótum í yfir 10 ár og í dag langar mig aðeins að fara yfir hvað þetta A3 er. Síðan það stöðu A3 og ég skal bara alveg viðurkenna það. Ég hef ekki notað stöðu A3 mikið vegna þess að ég nota í rauninni verkefnaþrýstinn minn og uppfæri bara aðgerðirnar á honum. Það er líka hægt þegar maður er búinn að vera með verkefnaþrýst og aðgerðirnar eru í rauninni bara það sem er að rúlla, að þá getur maður sagt, ok, ég ætla að færa verkefnaþrýstinn minn yfir í stöðuþrýst. Þannig að þetta er svona útgangspunktur út af því. Ég hef bara aldrei gert það, en stöðuþrýstur er sem sagt að sýna stöðuna á verkefninu, þannig að þetta er snapshot af stöðunni. Nú, þarna er því gríðarlega mikil áhersla á check og act í PDCA-hringnum, en í rauninni er talað að planhlutinn hann hafi verið gerður í verkefnaþrýstinum. Þemað, nákvæmlega sami eins og áður, það er eigandinn, tímaskópi og allt þetta, bara örstuttur bakgrunnur til þess að fá fólk til þess að koma inn, ok, þetta er mikilvægt út af þessu. Núverandi ástand, þetta er þá núverandi ástand sem miðast við hérna í stöðuþrýstinum, ekki núverandi ástand sem var í gamla verkefnaþrýstinum. Síðan er það árangurinn, hvernig ætlum við að ná þessu og útistandandi aðgerðir. Árangurinn eða staðan er í rauninni mikilvægasti parturinn í stöðuþrýstinum, en þarna erum við að skoða check. Við erum að skoða voru aðgerðina virkilega að gera það sem það er átt að gera. Og síðan er það akthlutinn í PDCA sem eru aðgerðirnar og þarna er maður alltaf að uppfæra það í rauninni.